Jæja, elskurnar, ég ætla að tala við ykkur núna börn. Fyrst ætla ég að segja að við erum öll börn. Við mótum okkur sjálf, en við mótum okkur eins og umhverfið er. Og fyrstu 7 árin, þá erum við eins og við séum svona í dáleiðslu ástandi. Svo það fer inn í frumurnar á okkur, allt sem við sjáum í kringum okkur, þó það sé ekki endilega í þessu minni. Og þegar við fæðumst hérna á jörðina, þá erum við náttúrulega bara uppfinningamenn. Og það að hættulegasta í heimi, það að fæðast. Það að fara í gegnum þessi göng. Þau eru aldeilis dimm. Þú veist ekki hver tekur á móti þér. Þú veist ekki, þú talar ekki tungumálið, þú labbar ekki. Þú getur ekki sagt hvað þú ætlar að borða eða neitt. Og eftir það eru bara hættur, ýmsar hættur, sem að því lífið er hættulegt. Annars væri það ekki svona spennandi. Börn eru náttúrulega að tæta og til og brjóta og skoða og borða, allt mögulegt sem þau eiga ekki að borða. Af því þau eru að finna upp heiminn. Þau eru alltaf að finna upp heiminn og við erum alltaf að skamma þau. Alltaf að skamma þau og þau skilja það ekki. Ekki svona fram að allavega fyrstu nokkur árin, þá skilja þau alls ekki svona skammir. Svo þau byrja sjálf ofta að slá mann og vera svona reið og að því þau eru að sýna sömu viðbrögð og þau sáu okkur gera. Vonandi voru við samt ekki að slá þau, það er nú ekki það sem að borga sig. En í uppeldi þá það þannig að hlýja skapar hlýju og ást skapar ást, húmor skapar húmor, kærleikur skapar kærleik. Þú veist, og athygli skapar líka að sýna einlega athygli, lætur barnið sýna þér einlega athygli. Endurtaka það sem þau segja, skýrt, þá læra þau að tala. Endurtaka skýrt, ekki eins og við séum að sýna það hvernig á að tala, heldur, já, ef að barnið segir, má ég fá banana? Þá segir, má ég fá banana? Þú veist, þá læra þau að tala miklu fyrr. Það er þannig sem að það er. Ég get líka sagt ykkur það að við erum svo hrædd með börnin okkar. Það kemur til mín fullt af fólki sem að, já, ég get ekki flutt úr hverfinu af því að þau eiga vini í hverfinu og þurfa að vera í þessum skóla og svona. Og við erum að ala upp bómullarbörn. Það má ekkert vera og þau mega ekkert gera, það er svo hættulegt. Og eftir því sem þau eldast, þau mega náttúrulega ekki vinna fyrir 18 helst og svo rannum að raka 2-3 garða og þá verða svona bómullarbörn sem að geta svo lítið sem ekkert bjarga sér. Svo hef ég séð börn og fólk sem hefur náð langt í lífinu, mjög langt, að það hefur áttu ofboðslega erfiðleika að stríða. Það hefur flutt á milli margra landa og ýmislegt sem maður myndi kannski kalla erfiðleika. En þau aðlaga sig 1000-falt betur heldur en þið fullorðna fólkið. Og við erum náttúrulega bara börn, þó við séum orðin fullorðin, en ef að fólk ætlar að vera eins og fullorðið fólk, þá verður það oft svona. Við eigum að leika okkur meira. Fara í pínu litla búningabörn, elska kleinurhringjagjóli minn, ég elska hann meira, af því að ég er bara alltaf að dásama í mér krakkan. Og svo að þegar að börn eru kannski að sýna þér eitthvað og þú nennir ekkert að tala við þau svona, já, eftir þá eru þau bara að reyna að nálgast þig. Þau eru að reyna að nálgast þig. Svo að ég segi bara við börn að það ömmur eru mjög góðar, af því þær eru orðnar þolinmóðar. Við erum svona börn, og þá er ég að tala börn, af því nú eru börn alveg fram að 18 ára, er það ekki, þá eru þið börn, að krakkar eru kannski í tölvum og hanga mikið í tölvum og eru kannski, þú veist, sóðapjakkar og við erum alltaf að benda kannski á, þú ert svo mikið sóði, þú ert svo mikið þetta og þá erum við að segja að barnið sé þetta og þá stimplast það inn. Og eða þú ert svo feimin, hún svo feimin, hún svo feimin, hún svo feimin, það verða feimin börn. Og við viljum ekki í raun og veru kannski vera feimin. Og já, það var með ömmurnar að það er þannig að við erum orðnar svo þolinmóðar
Af því við erum búin að lifa aðeins lengur, þó að þetta líf sé bara eins og ein bíómynd, 2 klukkustundir eða kannski, þú veist, ekkert miklu meiri það, að við segjum kannski, ó, hvað þú dugleg í tölvunni. Búin að vera í allan daginn í tölvunni, amma kann ekki eins og tölvu. Meðan að við erum alltaf að gera reglur sem að við myndum ekki fara eftir það. Hægt að segja við börn, já, nei, þú mátt ekki fá gos. Og vera sífellt að þamba Pepsi Max. Hvað finnst ykkur um það? Og, eða time out. Time out. Ef þú gerir þetta, þá snýrðu höfðinu þangað eða þú ferð inn í herbergi og það er time out. Mynduð þið vilja fara í time out? Stundum þarf maður nefnilega að hugsa, hvað myndið þið vilja að væri gert við ykkur? Af því að börn eru komin til að kenna okkur, þau eru miklu vitrari en við, af því að þau eru ekki búin að læra að vera hrædd við þetta, þurfa að vera svona eða inn í þessum kassa. Þeim finnst gaman að mála sig í framan og gera alla vegana og vera í bleikum skóm þó það sé strákur og svona. Leyfa bara börnum að gera hlutina litríka, bara haffa hamingjuna og ekki vera að búa til bómullarbörn, þar sem að bara allt er vafið inn í bómull og fullkomnir foreldrar sem eru bara með salat og gefa börnunum sínum aldrei gefið í gos fyrir það voru 10 ára. Leyfa börnunum að smakka á lífinu, smakka á þessu, smakka á hinu og taka ná á myndum og leyfa börnum að ala svolítið upp í speglum. Það kemur sjálfstraust, traust á sjálfan sig og segja þú getur þetta, þú getur allt. Tala við börn eins og þegar bara þið eru að motivation eða þegar þið eru að hækka einhverja tíðni hjá öðrum. Ekki hrósa þeim fyrir allt, því þá er hrósið einskis virði. Því þá er, þessu, frábæri þessu, þetta er allir samfara þessu, skilurðu. Og skiljið þið sem eða þú. Og heldur, það sem er velgert, hvað er velgert? Og ég kalla heimili mitt er ömmuríki. Og ég segi, ekki tala svona í ömmuríki. Þú veist, tala fallega í ömmuríki. Stundum tala ég ekki fallega. Ég er eitthvað svona. Og þá er það komið, amma, erum við ekki í ömmuríki? Af því að þau eru bara manns eigin spegill. Sýnum skilning, sýnum góðsemi. Að sjálfsögðu þarf að vera rammi. Við getum ekki leyft einhverju 4 ára að vera úti til 10 eða elda mati fyrir sig sjálf. Heldur bara, og svo er það allt og mikið að dóti sem ég er alveg dauðseg fyrir, að þeim er svo gaman að kaupa dót fyrir þessi börn. Þegar þau eiga of mikið að dóti, þá verður þeim alveg sama. Og ég segi þarna eins og í hjallastefnunni, eftir þess að þau fá að búa til meira, þau vilja frekar fara og gramsa í skúffunniðinni eftir einhverju bara sem að þú keyptir ekki, þarna einhverju sleif og einhverju svona og búa til og lími og trölladegi og svona. Og ég hef tekið eftir því að þau börn sem hafa þurft þess í gegnum tíðina að hafa ekki neitt, eiga ekki iPadin, eiga ekki iPhonein, að því við erum, hann á ekki svona eins og hinir og hann er ekki Nike í íþróttaskáma á 500.000 og eitthvað svona. Það eru þessi börn sem að þurfa aðeins að berjast fyrir identityinu sínu eða að hver manneskjan er og að þau verða sterkari. Þetta er nákvæmlega eins og með gæjan á ljótabílum. Skilur, hann bara ljótur og hann er að pikka upp stelpur og til að fara með í bíó og eitthvað og hann þarf að vera meiri karakter en maðurinn á Pontiac Trans Am 500 milljón króna bílum. Þar getur bara verið leiðilegur lúsapési. Þetta getur verið náttúrulega vísa versa, en þegar þú þarft að hafa meira fyrir því hvort sem þú ert krakki eða fullorðin, því við erum öll börn, þá er það betra að fara svona upp og flytja á milli staða, afla sér vina, því þau eru að læra. Þau þurfa að vera streetwise eða götuvís, sem ég finnst agalega vont orð og ég óska eftir að þau komi með eitthvað betra orð en það. Og þetta er þátturinn, þetta er ekki þáttur, en kannski er þetta þáttur. Hvað ertu að spá?